ræður sitt. Ok, ég ræði hvað ég set. Já. Og ég bara... Má velja. Má ég velja? Já. Ok. Ég bara... Ég hugsi bara... Tylli mér hérna á gráu púðana. Það miklu betra að leyfa fólki að velja, sko. Já. Verður heitt hérna? Já, rosalega. Ok. Og ógeðslega svona... Það eru ógeðslega flott hérna. Svona kæfandi samræður. Fólk hefur alveg, sko. Hvar er þetta jakka minn? Heyrðu, getur sett það hérna? Já. Má þungu jakki. Hvað? Þungu jakki. Þungu jakki, hann er fullur af klinki og einhverju dóti, sko. Ég er að fara til útlanda morgun. Ég fara til Barcelona morgun. Nei. Jú, ég verð í 3 mánuði. Ok. Og 3 mánuði? Já, ég er að fara út og klára námið mitt. Nei, í alvörunni? Já. Ok, við þurfum að tala um það. Já. En þú veist, þess vegna ég var bara búinn að vera að, þú veist, pakka mér saman og leigja íbúðinu mínu út og eitthvað. Þú veist, og ég var með fullt af klinki og ég bara svona, hvað ég gera þetta klink? En ég bara tók það með mér út í daginn. Og núna verður ég að reyna að vera að nota það. Heldur að einhver taki við klinki? Það. Einhver taki við klinki? Það taka þetta við klinki, sko. Já, reiðufé. Hasar með grimma og snar. 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 Glömmur. Þú ert ekki hlummur? Jú, þú veist, ekki mikið, sko. Þú er flottur. Þú veist, þetta hefur áhrif á svefninn þar. Já, Ég svona sef ekki nóg vel. Ok, þú ert ekki með ADHD þar? Nei, ekki nema kannski bara þegar það hendar. Með grimma og snar. Þegar leiðist. Já, það er bara svona, ég er með ADHD. Ég heyri ekki, ég skil ekki. Já. Nei, ég er svona, þú veist, nei, ég er ekki svona komist upp á lagið með þetta, sko. Nei. Þú veist, þó ég hef alveg pröfað. En það klink, þú gætir alveg lent í, þú veist, eitthvað svona ungri manneskju sem er bara, ég sé svona ungt fólk bara með seðla Já, bara, hvað þýðir þetta? Það er bara, þetta er alveg rosalega framandi fyrir þeim. Já. Sumir staðir náttúrulega eru svona eitthvað að byrja að hætta að taka við, sko. En enn sem komið þá eru flestir, sko, að taka við. Okay. Ég bara lenti á einum stað í Reykjavík. Já. Og held samkvæmt lögum eiga staðir að taka við reiðufé, sko. Auðvitað. Þú veist, og eins og þessi umræða að taka út, sko, reiðufé alveg, þú veist, ef alltaf bara vera í gegnum bankana, þú veist, þú hugsaði bara hver færsla, þú veist, dregur bankinn eitthvað gjald af. Já. Þannig að þú veist, þú ert með 5.000 kall og þú borgar fyrir klippingu eða fyrir eitthvað af því, svo þú veist, borgar hárgreiðslumaður eða konaðinn, þú veist, fyrir annað prósent af því, svo endar þessi 5.000 kall sem að þú lest upp alveg að fá bara í eitthvað engu, skilur. Já, ég veit það. Einhverjum þjónustugjöldum. Nema þarna Indó, þeir eru svolítið góðir. Já. Ég komið með eitthvað til þeirra. Einmitt, já. Það er gott ef með sérstaklega í útlöndum, þá er ekki með negin farslugjöld í útlöndum. Einmitt. Það eru vist hærri á hinum bankunum, sko. Og þú ert Tómas Örn? Nei, þetta er Tómas Oddur. Veistu, ég hef gert þetta áður, sagt vitlaust nafn. Ertu ekki frænka mín, eða? Jú. Nei, kosmíska frænka mín. Ég veit það, en veist, ég hef gert þetta áður. Ég er svakaleg með nafn. Ég er bara allt í lagi, sko. Fyrirgeður alveg. Ég var búin að hugsa alveg morgun, já, Tómas Örn. Já. Það líktar Tómas Oddur. Fyrirgeður. Allt í lagi. Elsku kennari. Ekki málið. Þú ert ég kynntist þér að því ég kom í danstegin. Já. Og
Danstherapíu. Og ég var svo rosalega ánægð með þig og kennsluna og einhvern veginn aðferðina og þú ert danstherapíu kennari. Dansterapisti. Ég akkurat að ljúka námi núna í það sem heitir Dance Movement Therapy á ensku eða danshreyfi meðferð á íslensku. Og þetta listræn sálfræði meðferð í gegnum hreyfingu, dans og bara líkamann. Þetta klikkað dæmi, sko. Já. Þetta ótrúlega magnað, sko. Ég einhvern tímann fyrir lengur síðan, þá var ég svolítið mikið í þessi vift ennþá í gang. Ekki? Jú. Þá var ég í fimmryþmadansi. Já. Þú veist, hjá einni sem hafði lært hjá Gabrieli Roth. En það var ekki svona, það var þerapía en samt ekki eins og þú ert að gera. Þetta tengt sálfræðideildinni eða hvað? Já, það sko dans og listsköpun og tjáning alltaf therapeutísk í eðli sínu. En síðan að nota listgrein eins og dans eða tónlist eða leiklist í meðferðarlegum tilgangi aðeins annað, þú veist, og aðeins meira. Og þá kemur sálfræðin inn í þetta, þú veist, og raun og veru kannski þá munurinn að viðkomandi þá lærður, þú veist, búin að læra aðeins í svona patológíu eða sjúkdómafræði, læra aðeins þróunafræði í sálfræðinni, þetta ekki uppeldissálfræði. Já. Þú veist hvernig uppeldisstigin á ævinni eru og svona hvað einkenni hvert aldurstig, þú veist, og samband við foreldra og þú veist, og svona áföll, tengt áföllum og já, þannig að það svona kannski það sem munurinn, sko. Já, þetta náttúrulega bara, þetta þú veist, eins og við þekkjum artterapíu, þú veist, það sem þú ert að vinna með myndir og leir og svo þetta bara það bara í gegnum dans. Já. Ég hefði aldrei vita að þetta væri til fyrir ég sá þetta auglýst hjá þér og kom til þín og ég held að þetta sé svo eitthvað, Já, þetta nýtt á Íslandi, sko, dansterapían. Ert þú ekki fyrstur, eða? Sko, nei, það eru nokkrar aðrar konur sem eru menntaðar í þessu, svona 4-5 íslenska konur sem ég veit en ég held ég sé fyrsti kallmaður, en ég allan ekki, þú veist, veit ekki af öðrum kallmanni. Sko, eins og segir, listterapían aðeins eldri, það búið að vera til aðeins lengur og aðeins svona þekktar á Íslandi. Síðan tónlistarterapían líka þekktari á Íslandi og það alveg bara komið inn í heilbrigðiskerfið einhverjum hluta, sko, bara eins og iðjuþjálfun. Inn á geðdeildum. Já, og bara viðurkennt, sko. En dansterapían og leiklist dramaterapían, þetta veit ekki alveg hvernig dramaterapían ásakið, en veit allan með dansterapían svona aðeins eftir og aðeins að koma inn núna seinna. En sko það bara tímaspursmál, þetta verður komið, sko, inn bara partur af heilbrigðisþjónustu, að því að, sko, listgreinarnar, ef þú spáir í því, þú veist, dans, hreyfing, tónlist, þú veist, og teikna myndir eða búið til skúlptúra eða móta eitthvað með höndunum, og þú veist, þessi tjáning og svona söguhefðin, leiklistarhefðin, þú veist, þessar listgreinar raun og veru svona stólpar okkar menningar sem mannkyn. Þú veist, það hefur alltaf tilheyrt samfélagi mannana og verið svolítið grunnurinn í því hvernig við sem mannverur á jörðinni vinnum úr mikilvægum stundum í lífinu, hvernig við varveitum þekkingu, praktíska þekkingu eins og hvernig á að veiða eða þú veist, andlega þekkingu og já, og svona verið svona lím fyrir hópinn, samfélagið að koma saman, þú veist, og tjá sig og eiga tjáskipti, þú veist, og það hefur verið svona vafið inn bara í svona grunnstruktúrin í samfélaginu mjög lengi. Við höfum kannski aðeins tapað þessum struktúr, þú veist, í okkar nútímalegu samfélagi. Nú eru bara listgreinar orðið eitthvað svona extra curriculum, skilur við. Svona einhver valfög og eitthvað svona, já, nú bara listaspýra eitthvað svona, það ekki alveg vinna, eða þú veist, þessi hugsun, sko.
Og líka kannski, þú veist, öll svona vinna með sækikið okkar, alltaf farið fram á eitthvað svona mjög kognitískan hátt. Já, mitt. Sem, þú veist, það náttúrulega allt annað að channela eitthvað tilfinningu heldur en að einhvern veginn greina, já, þetta var nú vitlaus hugsun eða þú veist, það er allt annað. Já. Það sem bara hleypa ykkur í gegn sem þú gerir í listum. Þú ert að hleypa í gegn einhverju tilfinningu. Já, mitt. Ég held að þetta sé svona tveir pólar, mikilvægir pólar alveg, bara öðru svo ólíkir. Já. Þú veist, það er svona objektíft annars vegar að nota tungumálið til að skilgreina tilfinningu og nefnana og setja hann í ákveðið box og það getur alveg verið notæft líka. Já. En svo kannski vantar einmitt þennan parta bara svona fá að fara inn í hana í líkamanum, fá að hreyfa við henni. Þú veist, hvernig myndi þessi tilfinning líta út hjá þér í hreyfingu? Þú fá svona expressan hana alveg. Já. Til fullnustu að því að já, þú veist, að því að við erum svona mjög fókuserið á svolítið svona heilan og hugan og svona þessar skilgreiningar og samfélagi svolítið byggt utan svona þessar staðreyndir, sko. Sem er svona, já, sem, þú veist, já, einmitt, að fá að fara í gegnum einhverja tilfinningu, þú veist, og fá að tjá hana, það er eitthvað svo, maður er að ganga svo við sér, maður er að segja ég samþykki svo, þú veist, það sem þú ert að upplifa og við erum náttúrulega bara ein hreyfing einhvern veginn. Já, allt veist, það er alltaf einhverja orkur að hreyfast innra með manni og svo í umhverfinu hreyfingin og já, maður er rosalega flott námskeið hér. Já, takk fyrir það. Það var gaman að hafa þig. Takk. Ég tók alveg eftir þér, sko, þú komst í alveg. Maður á ekki að gera upp milli nemenda sinna, en ég fíla hana. Já, hún er eitthvað tengd sínu líkama, sko. Nei, ángrín, sko. Þess vegna var ég alveg bara, býtu. Og það var einhver svona kunnulegur keimur frá hvernig þú tjáðir þig, hvernig þú hreyfðir þig. Og ég var bara svona, það var líka eitthvað svona svipur aður, ég bara svona, hún lítur að vera frænka mín eða eitthvað. Ég vonaði allavega. Sen eru við bara kosmísk fransískinni. Svo eru við bara kosmísk fransískinni. Fjarskild í blóðinu en skild í andanum. Skild í andanum, sko. Já. En býtu, þú ert búin að vera með þetta núna tvisvar, þetta námskeið. Já. Í Jókasjala. Já. Ég er í miklu samstarfi í Jókasjala, Reykjavík. Og þú veit Tómas Oddur, bara til að fólk geti kíkt á þig, en þú ert að klára núna námið. Býtu, hvernig ert að gera ritgerð eða hvernig klárarðu? Sem sagt, ég flutti til Barcelona 2022. Já. Þetta er 2 ára meistaranám í Universidad Autónoma de Barcelona. Og ég sem sagt, bjóð þar úti, tók 2 ár og var í starfsnámi. Tengt þessu námi. Fyrra árið var ég í starfsnámi inn á svona sérkennsluskóla og vann með unglingsstrengjum, einhverfum og með svona hegðunarvandamál. Og síðan seinna árið var ég inn á svona dagdeild, svona endurhæfinga geðdeild fyrir fullorðna sem eru svona ná sér eftir innlagnir. Já, en flott. Og og það var svona alls konar, það var bæði fólk með skizofreníu og fólk með svona bipolar og þunglindi og kvíðaraskanir og þar fekk maður svona æfa það sem maður var að læra í skólanum samin að teóriuna og praktíkina svona í klíníst og já, og því ég kom heim páskana núna á seinna árinu þá skellti ég í svona námskeið með svona því sem ég hef búin að læra og þú veist, í raun og veru er ég búin að vera að vinna með dans og hreyfingu og jóga í 10 ár. Þú ert jógakall, eða ekki? Jú, ég er jógakennari. Ég hef alltaf yfirlýst hata jóga. Ég hata jóga líka. Já. Bara vinn við það. Hata ekki allir vinnuna sína. Nei, ég er að jóka, ég elska vinnuna mína. Ógeðslega næs að kenna jóga og bara loka, þú veist, augunum á kvöldin og bara sjá, þú veist, 30 manns fyrir sér, þú veist, í slökun og koma í barnið og bara namaste, þú veist,
bara svona, ok, maður, ég er að gera eitthvað gott, þú veist. Ég er samt að fara í jóga aftur, sko. Já. En ég er eitthvað mótrúið mér. Love thy enemy. Já. Fara að því sem að stuða mann. Akkurat, það eitthvað sæn, sko. Það ef alveg... einhver stuðar þig, sko, þá bara fara til viðkomandi, sko, speilin, fá speilin, ég sko. Ég veit það, oh my god, ég má marga speikla. Jóga er ekkert nema speil, sko, þú veist. Og Gunnar Dahl, sem ég les mikið eftir jógafræðunum, hann segir mitt í uppáhaldsljóðu mínu eftir hann, í spegli lífsins finnurðu aðeins sjálfan þig. Einmitt. Gunnar Dahl, finnst þú sér þetta vitni í hann? Geggjaður, sko, ég vitna mjög mikið í hann, sko, því að hann er svona okkar national authoritet í jóga þýðingunum og svona jóga heimspeki. Já, ok. Það er ekki margir sem að skrifa mikið á hann, sko, það. Já, ok. Þannig að hún farið á íslensku, skilur. Já. Ég las einhvern mann þegar ég var kona, eða hvað var þetta? Nei, hvað heitir bókin eitthvað? Kona. Já, einmitt, Gunnar eftir hann? Dahl. Já, ég þekki hann ekki. Nei, það er ekki jóga, það er ekki jóga. Nei, ég ætla að fara úr skónum hérna. Já, við erum að tala um jóga. Það er, þú veist, þetta er staðurinn. Nei, ég get ekki, kemst ekki í sófan svona eins og þú. Ég er náttúrulega bara einhver lítil mús, sko. En já, ég sem sagt... Og kannski taka... Þennan já, svona, eða svona aðeins svona hana, nær mér. Nei, eða svona býtu. Wow. Þetta er allt partur af prógraminu, sko. Já, ég veit það. En hvað heppin að vera að fara til heppin að vera að fara til Barcelona núna í þessu myrkri. Hvernig tekur myrkrið á þér? Það tekur nefnilega ekkert allt of vel á mér, sko. Ég er svolítið svona sólastrákur. Já. Þú veist, ég með dekkri húðin, systkini mín. Já, ég líka. Þrífst vel í sólahita, sko. Já, einmitt, ég líka. Já, sko. Og líka, já, þannig erum við. Þannig erum við líka. Sér líka bara fá, þú veist, bara sól upp klukkan 7 og síðan er þetta búið klukkan 6. Mér finnst það líka óbærilegt á sumrin þegar þetta er bara... Alveg hinn áttina. Já, það er rosa mikið. Þess vegna eru náttúrulega hálfrugluð hérna á Íslandi. Já, ég er alveg snarrugluð. Alveg ég líka. Og þess svona leitað inn í jóga til að finna smá, þú veist, jafnvægi og já. Sem að finna ljósið innra með, sko. Já, einmitt. Það er svona, birtan sem er aðalatrið, sko. Já. Það er ekkert að vera eitthvað heitt. Nei, einmitt. Það er birta á svona bjart og létt yfir. Akkurat, og þessu ljúki klukkan 6-7. Það sé þessi rytmi. Við erum náttúrulega alveg fótt hérna. Þetta er svolítið, þetta er hardcore. Já, ok, en býtu, og núna, og þú ert búin að vera þarna úti og í starfsnáminu og svo ertu að fara að gera ritgerð. Svo er ég búin að vera að gera ritgerð. Já, hvað var hún um? Já, ég kom heim í ágúst, þá var námið búið og svo erum við að gera ritgerðin all núna, sko, eftir þessi 2 ár og ég ákvað að skrifa ég er að gera svona autoethnografíu. I don't know what it is. Nei, ég spurði leiðbeinanda minn, sko, mér langaði að gera skrifa út frá mín eigin upplifun, nota sjálfan mig. Já. Og þú veist, og hvort að það væri til einhver viðurkennd rannsóknar aðferð sem að leyfir það. Já. Og það reyndist vera, og það er autoethnografía. Það er samruni af, sko, autobiography, sjálfsæfisögu og ethnografíu sem er, sko, svona eins og innan mannfræðinar sem þú stúderar einhvern menningakema. Já. En þú notar þína eigin upplifun til þess að lýsa einhverju menningarlegu fyrirbæri. Ok. Og svona láta þýða það kannski yfir á eitthvað svona aðeins stærra. Og ég er að stúdera hvernig menningin sem ég kem frá mótar það hver ég er í hreyfingu. Hvernig líkamna ég, eða embody á ensku, hvernig líkamna ég menningu mína. Og ég raun að vera að skrifa ferli mitt að ég að vera í þessu námi, danshreyfimeðferð, verandi frá Íslandi, búandi í Barcelona, sem er mjög ólíkt menningarumhverfi og því sem við að venjast hér. Veist, rosalega þétt borg, mikið af fólki, algjör suðupottur, og veist, á meðan við erum mjög fá á Íslandi, vönum miklu plássi, komum frá köldu norrænu landi og svona hreyfum okkur í almenningsrýminu talsvert á annan hátt. Og ég er að skrifa upplifun mína,
þú veist, af því að vera í sardínudós í lestinni, skilurðu, og vera alveg að drepast, skilurðu, af því ég með svo margan ógeðslega nálægt mér og bara lætin og lyktirnar og það var svo mikið svona sensory overstimulation, þú veist, ég var bara fyrstu vikurnar átti ég bara mjög erfitt, þú veist, með þetta og bara að þurfa að labba. Mér finnst gott gaman að labba hratt og ég bara á leiðin eitthvað. Það Íslendingurinn, það svo kalt. Það svo kalt og maður er ekkert eitthvað að valsa maður er bara á leiðin eitthvað, skilur. Og þú veist, og því ég kemst ekki leiða minnar út af mannþvögu, þá bara upplifi ég rosa mikinn svona konflikt. Ég átti bara svona erfitt með og ég uppgötaði alls konar svona óþolumæði, þú veist, í mér og þess vegna fór ég að pæla í þessu, þú veist, er þetta ég persónulega eða hvað af þessu er svona menningin mín? Já. Og það sem að ég er svona uppgöta mest er það sem að sko tengist svona sjónsviðinu. Þú veist, ég uppgötaði þarna úti að ég með svona, og í náminu uppgötaði að þetta er eitthvað fyrirbæri innan danstherapíu fræðana sem kallast the kinesphere eða hreyfisvið. Og það er annars vegar persónulega hreyfisviðið sem að er sviði sem að þú hreyfir þinn efnislega líkama í. Og það getur verið stórt, miðlungs eða lítið, þú veist, sumir hreyfa sig mjög lítið, aðrir hreyfa sig mjög stórt og nota allan líkamann. Og svo er sko almenna hreyfisviðið sem að tengist meira skynfærum þínum, sem er ekki, þú veist, og það getur náð miklu langt út fyrir líkamann. Og það er svona alltaf eins og með sjónin þín, almenna hreyfisviðið mitt getur verið mjög lítið og þá er ég með skynjun og athygli mína mjög nálægt líkamannum eða það getur verið mjög vítt og ég er með skynjun mín alveg bara lengst langt sem auga eir. Og ég fattaði, þú veist, því ég var að læra þetta hugtak í skólanum, búandi hann í Barcelona, ég fattaði, vá hvað ég er með vítt sjónsvið. Vá hvað ég vanur útsýninu og plássinu heima á Íslandi að geta bara séð langar leiðir og líka svona þessi forvitni við náunganum að því við erum svo fá hérna, þú veist, að maður horfir bara á hvaða manneskju sem að maður sér, maður bara, þú veist, það er svo lítið af fólki að maður tekur hann inn og bara, hörru, það er manneskja þarna á meðan, þú veist, ég kem til þess að milljónum manna stórborg í Barcelona og er svona ennþá í þessu skilur að horfa á alla og bara og svona váka fólk að það var svo mikið að gerast og þú veist og ég varð að vera geðveikur ég þurfti að draga mig svona svið inn skilur bara eins og lítið sveitastrákur skilur frá Íslandi komin í stóru borgin og bara wow og ég bara þetta var allt og mikið ég varð að draga sjónsvið mitt inn til þess að bara fungera til þess að bara að gangi ekki á göflunum hreinlega og veist og þetta og þessar upplifanir vöktu hjá mér áhuga svona að stúdera hver ég er í hreyfingu út frá minni menningu og þú veist hvernig bara landslagið hefur áhrif á hver við erum þú veist í líkamannum og inn í okkur þú veist og veist og hvernig bara svona þéttbýlt og svona erilsamt borgarumhverfi hefur áhrif á hvernig við höldum þú veist rými eða svona eigum í samskiptum í rýminu. Þú kendir okkur þetta, ef við fórum inn á þetta á námskeiðinu hjá þér og mér varst það rosalega athyglisvert þetta þessi kinesthesia þú veist Kinesphere, hreyfisvið á íslensku að sjá einhvern veginn þegar við vorum að taka fókusinn þú veist frá okkur út og hvernig, einmitt, en magnað fórstu þá bara að bara meðvita halda þér nær þér sko, eða gerðist þetta bara? Þetta gerðist og þetta er þekkt sko, það eru fræði sem talar sko að þegar einhver tegund í dýraríkinu er í það sem kallast crowding gerist, þegar maður er innan marga aðra meðlimi eða sömu tegundar þá getur einstaklingurinn upplifað stress eða streitu og jafnvel orðið sko aggressífur eða illkvittin gagnvart náunganum út af þessari streitu, þú veist, út af það eru svo margir svo lítið pláss, skilur þetta er þekkt fyrirbæri og það eru til sko dæmi í náttúrunni hjá sem dýrategundum þegar það hefur orðið svona offjölgun
og þú veist, þá hafa einstaklingar í þessari tegund upplifað sko ákveðið stress og það hafa bara kannski bara þriðjungur dáið þó það var nóg matur. Þú veist, það bara gerist eitthvað í líkamskerfunum og þetta er bara eitthvað í prógramið í náttúrunni að bara er margir á einum stað það verður hérna, já, og bara hrynur allt í einu stofni niður bara til að tryggja að heildin lifi áfram, sko. En þetta gerist ekki hjá okkur af því við erum aðlögunarhæfni og það er eitthvað sem sem heitir screening out að við byrjum að því við getum valið hvað einblínum okkur á hvað einblínum á og maður tók eftir fólk svona út í svona stærri borgum það er ekkert eitthvað svona með þetta íslenska lúkana þekki ég þennan eða er þetta frændi minn skilur það er bara svona í sínu og líka eins og þegar maður sé túrista þá maður, þú veist maður sér að þeir sjá ekki nei þeir sjá mann ekki já, einmitt þú veist, það fer náttúrulega ekkert allir en koma náttúrulega frá mismunandi stöðum en maður tekur eftir því að þau eru ekki einmitt í þessu sort að tala að við horfum með mikið Íslendingar sko að við erum, þú veist, það er allir smá kunnulegir og við byrjum ekki þennan eða, þú veist, er þetta frændi minn eða jafnvel bara í umferðinni, maður stoppar á gattamótum og þú veist, maður fær bara langar alltaf Mér langar alltaf ég ætla að þykjast vera að búa í stórborg og ég þekki ekki, þú veist, hálfa bílaröðina Mér langar alltaf að kíkja Mér langar að veifa Mér langar að fóta í kontakt ef það er einhver hress, þú veist Þetta er fallegt sko og sem við höfum á litla Íslandi sko og þetta er svona saklaust en þetta er líka óþægilegt ef maður er eitthvað óöruggur og maður kemur eitthvað starf inn og maður sér að allir svona horfi á mann þá er þetta svona, getur verið svona þú svona, hvað er ég eitthvað skrítin eða sérstaklega mann er ekki stöð til þess að þú veist, tala við neitt þegar maður hoppar kannski bara út í búð á náttfötunum með eitthvað, maður bara grípa eitthvað á búðinni skilur og þá er með þetta skrifað í ritgerðinni, það er þessi óskrifaða regla sem ég held að það sé óskrifaða regla á Íslandi ef þú sérð einhvern sem þú þekkir en nennir ekki að, þú veist, heilsa og tala þá máttu þykjast hafa ekki séð viðkomandi svo lengi sem að viðkomandi er ekki búin að sjá að þú ert búin að sjá hann eða hana og svo svona eru ekki allir jafn svona læsir á þessu óskrifuðu reglu sem koma og samt bara hæ skilur og þá getur maður bjarga sér út úr þessu með að segja bara hæ, já, ég sá þig ekki en svo maður líka að taka þessu persónulega bara hvað er já einmitt hvað gerði ég núna maður vá maður og hann er mikið tussa eða hann er mikið fáið eitthvað svona svo bara var hann ekki að nenn að tala eins og maður sjálfur kannski en hvað er eitthvað meira sem vil deila úr þú veist svo komst að í þessu rannsókn já þetta já til dæmis það var eitt svona þú veist sem að líka svona lagði grunninn að ég vildi taka þetta viðfangsefni einu sinni í Barcelona var ég á leiðinni, ég var að labba og ég sé svona, þú veist, mann og konu og þú veist, og þú veist, úlinga svona langt frá mér og ég bara svona, ég sé bara að þau eru ekki héðan, skilur, eins og er lett í Barcelona, þú veist, það er fullt af túristum ég sé bara strax, þau eru ekki héðan og svo ég bara svona komið kannski svona 30-40 metrar frá þeim, ég bara þetta eru Íslendingar áður ég heyrði, ég sá á þeim og ég gískaði bara, þau eru Íslendingar ég labbaði nær þeim, ég heyrði þau tala íslensku og þú veist, og þá er ég bara vá, þú veist, hvað tók ég eftir í líkamshreyfingum þeirra þú veist, eða andliti, kannski er það bara líka maður þekki sitt fólk, við erum öll skilur eða, ég var samt það langt frá ég bara svona, ég sá bara eitthvað í líkamstjáningu þeirra sem maður sagði mér að þau væri frá mínulega heimalandi þá er náttúrulega örugglega, þú veist, hvernig þú gengur í víðáttunni og líka þúfugangurinn sem búið breyta fætinum á fótlæginu og svo einmitt, þetta hefur maður ekki segja á ég held að það hafi verið svona aðalega við sko sjónsviðið eða svona hvernig þau voru svona lítið kringur sig og voru svona vá, mikið af fólki svo var svona saklaust, svona forvitið svona og mjög opið og vítt sjónsvið þú veist, þau voru ekki svona lokuð þau voru mjög svona opin einhvern veginn og já, þannig að þetta var svona einu upplifun þegar við vorum pröfðið í danstímana þá fann ég hvað
þú veist, orkan breytir svo svakalega við að að breyta fókusnum á sjónsviðinu. Já. Hvernig upplifunin Í hreyfingu. já, á mínum líkama Já. breytist. Svo kannski breytist líklega líkams hvernig maður Alveg 100% sko. Já. Þú náttúrulega, þegar þú horfir lengra frá þér, þá tekur meira inn í umhverfið það sem að gerast og þú ert opnari, þú veist. Já. En þegar þú ert svona með athyglinna kannski aðeins nærri þér, þá ertu kannski aðeins lokar, en þetta er áhugavert. Þetta er nefnilega, hefur ekki til lent í því að þú veist, að vera að horfa á einhvern í kráti, þú veist, út á götu eitthvað, horfa á einhvern og haldandi að viðkomandi sjáu það ekki, svo allt í einu lítur viðkomandinn á þig. Jú, bara maður að horfa út á gluggann. Já, og einhver bara svona, bara, veist, og svo lendir maður í sig sjálfur líka, maður allt í einu bara horfir eitthvað og bara, maður sér manneskju vera að horfa á sig. Og maður veit ekki hvernig, maður bara eins og maður ómeðvitað fann fyrir, veist, þannig að það að horfa, bara vitund, þú veist, athygli eitthvað. Er einhver substans, einhver orka, þú veist, eins og við sjáum bara í skammtafræðinni að double slit experiment, það er bara niðurstöður einfaldar tilraunar eru mismunandi, ólíkar. Eindin er annarkvort eind eða bylgja eftir því hvort það sé áhorfandi. Já, einmitt. Þannig að vá, þetta er, þú veist, og þetta er svo og við erum komin eitthvað svo langt frá þessari pælingu. Þú veist, við erum eitthvað niður svo já, við erum ekki alveg að skoða að einmitt, þú veist, þetta er svo flott hvernig orðar þetta, að það að horfa og það að sjá er eitthvað. Það er eitthvað, já. Það er eitthvað og það er powerful. Já, athygli er orka. Athygli er orka, einmitt. 100% sko, það er bara þannig. Og athygli er dýrmætt og mér að heyra sér pay attention. Já, að borgar með athygliðinni. Pay attention, veist, og í dag, þú veist, með samfélagsmiðlar, þú veist, við erum svona látin halda, já, eins og fyrirtækin segir svona, við erum að gefa ykkur þetta frítt, en sko við erum sko með verðmætin, athygli okkar er virði, þú veist. Við ættum eiginlega að vera að fá borgað fyrir að vera að horfa á allar þessar færslur og þessar auglýsingar, skilur. Þeir eru að vera að tappa inn og bara frían resource, við erum að gefa þeim athygli okkar. We're giving attention, skilur. Þannig að ég var svo heppin að vera hökkuð á Instagram. Ég hefði ekki getað hætt, sko, ég var alltaf að reyna að hætta. Já, ok. Ég gat það ekki. Þetta var bara svona smá svona, hættu nú. Þetta var búið, sko, ég gat ekki náð reikningum aftur. Oh my god, ég var hakkar líka daginn. Það, og náður í hann? Já, ég var svo heppin að sko... Varst ekki óheppin? Hæ? Að ná honum aftur. Í alvörunni. Mér finnst ég bara heppin. Jú, en samt sko, þetta er svolítið vinnutæki mitt. Já. Þú veist, ég nota þarna er ég með svona, þú veist, maður er með smá svona ferilskrá þarna. Þú veist, og mér finnst ekkit sko, ég hugsa ekki svona svart og hvítt með nútíma gæðinni, svo samfélagsmiðla. Ég bara reyna að hafa hemil á stýrunni í sjálfum mér og ligg ekki í þessu, skilur. Eða samsama mína sjálfsmynd of mikið við þetta, eða þurfa alltaf að vera eitthvað að posta að vera að nynni, skilur. Þú ert 80 eitthvað? Ég er 88. Já, ég er 74. Ég held að, þú veist, því eldri sem maður því erfiðara er þetta. Að ráða við þetta, held ég. Já. Kannski. Mér finnst bara eins og fólk sem er 60 ára, mér finnst það bara, þú veist, það þarf bara að fara í meðferð. Já, en ég meina unga fólki er líka erfitt á mörgu leyti, sko. Já. Sjáum hvað er að gerast, þú veist, með þessari auknu tæknivæðingu. Já. Þó er endilegt ekki að setja orsakasamhengi á milli, en já, þetta er svona alltaf gott í hófi, sko. Þú veist, þetta getur alveg verið gott, en En athyglin er... verðmæti. Já, hún er verðmæti. Já. Og við þurfum öll athygli frá hvort öðru. Það er athyglin sem er mest virði, þú veist, eins og núna við sjáum hvort annað, ég sé þig, skilur. Já, og og þessu þerapeutíska sambandi þá er þetta svo opaslega mikilvægt, þessi þerapeutíski presence, þú veist, og þú ert líka þerapisti, þú þekkir þetta að manneskjan eða þjónustu þegin finni að þú ert þarna.
og þú hefur áhuga og þú veist, og þú vilt vita og þú vilt skilja og þú heldur utanum manneskjuna með athygliðin og nærveruðinni og og þess svo mikilvægt fyrir terapist að vera sjálfur í terapíu og vinna sjálfur í sér vegna þess að þú veist, til þess að draga úr líkaunum að þitt dót eitthvað flækjast þarna fyrir að því að, já, þú veist og vera nokkur svona nokkur nútral og hreitt spegill fyrir manneskjunu sem þú ert að vinna með veist, og þetta bara essensin, þetta bara grunnurinn í terapíu, það athyglin. En fjölskyldur eru ekki einu svona að gefa athygli inn á heimilunum, þú veist? Nei, ekki allar, sumar. Já, sumar, en þú veist, það eitthvað svona, það eitthvað klikk þarna í tengslanum og athyglinni. Já, já, við erum svolítið svona, kannski út allt og já. Oft líka fólk sko hrætt, eða svona það mín upplifun að oft sko ef við svona slökum á einmitt skilur og erum svona einverið núvitund og svona hlustum á hvernig okkur líður eða hvernig hinum líður oft svona hræðsla að fara inn í þessa hluti og fólk vill kannski vera svona yfirborðinu eða einhverju tala einhver málefni beina athygli hvað einhver annar að gera slæmt er alltaf miklu auðveldara heldur en að horfa inn á við það sem raunverulega angra mann og það þessi þessi svona já það rosalega gefandi athygli ef allir opna sig. Já. Það rosalega og mikilvægt. En einmitt sumir, en síðan eru margir sem eiga erfitt með að taka við athygli. Það spurning. Að taka við henni, já. Ég held að sé erfara kannski, ég held að fólk alveg sé þyrst í hana. Já. Þú veist, og þegar fólk finnur að maður að hlusta að þá fer fólk ofta á flug eins og finnur til dæmis bara þegar þú ert að einhver spyrir þig svona, hvað segir þig, hvernig hefur þú það þú veist, og svona þú finnur manneskjana bara spyrja af kurteisi sökum en innstinni langar ekki að hlusta á þig þá fer maður ekki á flug en ef einhver kemur bara hæ, þú veist, hvað segir þú, hvernig búið að vera hjá þér og finnur bara ásetningu manneskjana virkilega að hlusta á þig þá fer maður á flug þú veist, ég hef stundum lent í þessu að bara svona fá bara þessa spurningu en finna að við komum til langar raun og ekki hlusta og þá næ mér ekki að stað, þá er ég bara svona já, þá þetta og og eitthvað, það var allt svona höktandi versus einhver sem virkilega hlusta þá bara kemur þetta flæðir þetta náttúrulega sko. Ég með gat á sokknum svo hrættur maður að sjást í myndavélinni ég að reyna eitthvað það á að vera svona, ég held ég sem er gat í klófinu nei, ég með gat hérna þetta er bara, það er mjög flott sko. Það er flott, við viljum að þannig heyrðu, en þú ert búin að vera nei, flott oh my god, heldi var ekki þetta sem þú vildir? Jú, það þetta og slökka, það fór á takkan sko. Já oh my god þetta er ruglið sem þú vildir, er það ekki? Hvað gerist næst? Oh my god, ég er svo mikið brussa Þú ert bámaður, er það ekki? Jú, bámanns brussa Já, ég er svona stundum held ég sé eitthvað svona lítill og nettur en ég er bara risastór þú veist, ég upplifum ekki svona stóran svo sé mig á myndi eins og ég var í kór og svo tengi mynd á okkur og ég bara svona stend inn í hópnum skilur held ég sé falla inn svo er ég bara eitthvað annað það finnst hvernig maður upplifir sig já þetta svo ég er svona, já, einmitt maður minn kalla mig alltaf síhölk af því hann finnst ég, þú veist, bara þegar ég lappa upp stigann það er bara síhölk já, þú ert náttúrulega stór þú ert stór karakter og stór orka líkamli upplifðu þú þig stóra? Ég var allavega aldrei eitthvað svona pælt í því að ég var lítil. Mér alltaf fundist það gott. Þú veist, ég var aldrei hugsað eitthvað svona ég er lítil og þá er ég óslega lítil. Nei, einmitt. Þú veist, mér ekki fundist það neikvætt, aldrei. Nei. Margur er knár þó hann sé smár. Akkurat. En knærri því sem hann er stærri. Er það ekki? Ég reyndi að fá þetta inn í árbókinu mína í 10. bekk. Margur er knár þá hann sé smár en knærri því sem hann er stærri því ég var stór. Já. En þeir tóku út, þú veist, viðbótinu mína og svo var bara Margur er knár þá hann sé smár.
get basic hérna, Ói, glata. sko. Hvernig varstu alltaf að, þú veist, þú sagðist það fara í jóga bara til að ná okkur svona jafnvægi? Já, ég sem sagt fann mig aldrei í íþróttum, keppnisíþróttum. Ég hafði reyndar sund nokkur ár, ég voru fyrir, milli 6 og kannski 10 eða eitthvað. Fannst þið aldrei í hópíþróttum? Nei, ég er eins. Hóp og keppnisíþróttum, bolta, mér fannst það svona líka rembingur og svona toxic, svona stemning einhvern veginn og svona harkalegt. Já, einmitt. En hafði samtalið, þú veist, hérna löngu til að hreyfa mig. Ég man til mér eins og eina skiptir mér varst gaman í leikfimi í grunnskóla var, þú veist, einu sinni á önn þegar það var sko Tarzanleikurinn. Já. Þú veist, þá var breyttis hérna leikfimisalurinn bara í eitthvað svona ævintýraland og það var svona alls konar þrautir. Þá var ég alltaf bara úrvinda af því að ég tók svo mikið þátt, mér var svo gaman. Og ég svo, akkur getur ekki Tarzanleikurinn verið alltaf? Já. Akkur getur hreyfingin ekki verið skemmtileg og eitthvað svona, og bara svona fyrir hreyfinguna en ekki eitthvað svona með eitthvað svona boltamarkmið, mark og keppni eitthvað. Ég tengdi ekki við það. Það er svo misjafn. Já, sumir tengja við það og allt er lagi en hérna, ég hef alltaf sagt sko að bolta og keppnisíþróttir eru verkfæri djöfulsins. Já, gott. Þú segir það bara. Ég segi það sko. Já. Og hérna, við erum ekkert leiðilegir en íþróttafréttir. Ég er saman. Og veist, og bara af hverju er þetta í fréttum? Og þessi vann hérna leikinn og þessi var og af hverju og greinendur, af hverju vann þessi leikinn að því hann skoraði fleiri mörk. Þetta er bara svona algjör hringavillisa og svo svona mjög mikil svona oft toxic stemning í þessu meðan allir bara á okkur fyllir í og háðurinn einmitt nikotínpúðunum og svo alls konar svona búið að koma upp svona í þessum heimi sko misnotkun á hérna fólki skiluru og það eru svo mikið peningar í þessu og spilling skiluru og hérna ég veit ekki hérna. En þú fórst út í að læra eitthvað allt annað, þú fórst í umhverfis, hvað var það? Já, ég sem sagt hérna, sem sagt til að klára þetta með hreyfinguna þá er ég sem sagt, finn mig aldrei í hérna í keppnisíþróttum og svo bara svona detti inn í jóga því tvítur og lættum hún að tvítur og nýfluttur út frá mamma og pappa og er svona, þá er nýbyrjaður mitt í landfræði í háskólanum. Já, var alltaf í leiklist og hérna söngleikjónum og svona í menntaskóla og stemdi á inntökupröfur í LHÍ en svo bara einhvern veginn viku fyrir inntökupröfunar þá satt ég strætó og ég fekk bara eitthvað svona eins og bara má segja bara skilaboð frá Guði. Fekk bara svona köllun bara ekki fara í þessar inntökupröfur. Nei. Já. Bara ekki, þú nennir ekki að vinna sem leikari. Þú veist, kynntust sjálfu þér hver þú ert einhvern veginn. Og ég bara svona, lærðum heiminn, lærði að hjálpa þú veist, eitthvað svona eitthvað lærum umhverfið, að lærum sjálfan þig og eitthvað svona, fekk einhverjum svona köllun. Já, ég bara hlusta á þetta. Varstu á leiðinni í inntökupróf? Það var svona vika í það, skilur. Ég var í strætó bara eitthvað að fara eitthvað annað en það var vika í þetta og ég var búin að undirbúa mónulóg og ég fekk bara svona óbúðslega skilaboð að fara ekki þessa leið þó mér fannst ég hafa fullt erindi og mér var búin að ganga mjög vel í söngleikjónum hann í menntaskóla og ég er búin að vera með fá aðalhlutverkin og svona og hérna og bara svona, já, en það var góð reynsla en ég þurfti greinlega að fara eitthvað og svo 2 vikum seinna þá labbaði ég inn í Jóga Sjala í fyrsta skipti. Já, til Ingibjargar. Já, til Ingibjargar. Og ég byrjaði bara, þú veist, fann mig loksins í einhverju hreyfingu og ég byrjaði bara að mæta hverjum degi í Mysore-tíma hjá henni. Byrjaði að upplega þessar breytingar í líkamanum, í huganum. Lærið öndun og hugleiðslu og allar þessar stöður og fór að upplega svona ótrúlega jákvæða breytingar. Og síðan er hún hérna bara, tekur eftir svona, hérna, ég er... Að þú ert bestur? Nei, segi það nú ekki, að ég er hérna bara að mæta mikið, skilurðu. Og hún bara svona, hörðu, má ekki börn koma í kennaranámið? Wow. Og þá er ég nýbyrjaður í landfræði í Háskóla Íslands. Og ég alveg bara, þú veist, ég er eiginlega bara stúdent, já, gefna. Hún bara, gerum bara skipti til, þú hérna... Þú veist, ég hjálpa þér, skilur, þú getur komið hérna, komið frítt og þú hjálpa mér bara kannski með fyrirtækið eða eitthvað. Og ég bara, ok. Svo bara liður tíminn, hún segir, já, viltu ekki bara vera kennari? Ég bara, ok. Svo bara, hörru, viltu ekki hjálpa mér með kennaranámið? Ég alveg bara, ok. Svo bara leið einhver tími og hún sagði bara, hörru, viltu ekki bara hjálpa mér með fyrirtækið? Ég alveg, ok. Svo segir hún bara, hörru, viltu ekki bara vera meðeigandi? Og ég bara, ok. Ertu meðeigandi? Sko, ég var það. Já. Þannig ég sagði bara já við öllu því sem að hún, þú veist, stakk upp á
og ég ætlaði ekkert inn í þennan heim, skilur, en hún bara dróð mig einhvern veginn inn og ég fann mig ótrúlega vel að það, hún sá eitthvað í mér. Já. Og ég byrjaði að kenna og fann mig í þessu og hafði gaman að þessu og óks bara held ég nokkuð vel inn í þetta Mér starf. finnst allavega rosalega flottur kennari, ég verð að segja það. Þakka þér fyrir. Virkilega flottur. Hún hafði ykkur að trúa mér og ég varð meðeigandi með henni og við fluttum 2016 úr Engjateig inn í Skeifuna og þá fór ég inn í þetta með henni og var eigandi með henni til ársins 2022 og já, hjálpaði henni að byggja upp nýja staðinn og við varum með námskeið hérna, jóga fyrir styrra stráka og yoga moves náttúrulega sem við þurfum að tala um og hérna Já, við þurfum að tala um það og svona hérna já, þú veist þannig, en svo fór ég út úr þessu bara á góðum nótum, þú veist, af því að hérna, ég var að flytja út í þetta nám Einmitt. þannig að það hentaði bara ágætlega. Hvað býtu, þú fer í landfræðin að klára hann, ertu ég að kalla? Já. Aha, hann býr fyrir neðan mig, sko. Aha. Já. Ok. Já. Já, ég er svona, þetta er mannvistarlandfræði. Já. Maður gæti valið náttúrulandfræði eða mannvistarlandfræði. Já. Mannvistarlandfræði er svona fæið þar sem að félagsvísindin mæta náttúruvísindunum. Og þú kláraði þetta? Ég kláraði þetta. Og hérna, já. Og þetta er svona bara til að skilja, mér fannst maður skilur fréttirnar betur eftir að maður tefir ykkur þetta nám og maður skilur heiminn í bæði svona skil náttúruna og hvernig tíminn og ísaldirnar hafa mótað landið, eldgosinn, þú veist, maður lærir með jarðfræði og svoleiðis, jarðvegsfræði og svo líka svona þessar félagslegu þætti eins og búferðaflutninga í heiminum, fæðuöryggi, geopólitísk samskipti og spenna. Það er fallegt samt að fara frá þessi yfir í, þú veist, jóga og dansin. Þetta er svona, mér finnst allt svo gaman þegar eitthvað svona, þegar svona miklar eins og andstæður, en Já, þú veist, einmitt. en síðan ertu náttúrulega, Líf mitt er einn stór andstæða, sko. já, mitt líka, ég held líf allra. Já, En það er... maður dreymir kannski alltaf að þetta sé eitthvað svona ein lína. Ein lína, já, Og einmitt. þetta sé svona saga sem er bara svona óslega einföld, eins og í Andabæ. Einmitt. En þú veist... Það er aldrei þannig. Nei, mér finnst það svona, já, kannski á sumum. Já. En, Ég reyndar að sjá svolítið núna í þessu námi sem ég er að klára núna og þessu ritgerðarefni hvernig svona, þú veist, umhverfið hefur áhrif á okkur. Einmitt, Þannig er þarna þetta landfræðin komin já, aftur inn í einmitt. og með líkamann með. Þú Einmitt. veist, sem ég uppgötaði svona dansinn og allt svona Einmitt. duttum frá jóganu. það er náttúrulega rosalega lítill líkami upp í háskóla. Já, mikill hugur. Mikill hugur. En vonandi er hann að koma aftur Það inn. er aðeins að koma inn í heimspekina, held ég. Já, einmitt. Ég hugsa þess vegna er ég, var það ekki Descartes? Jú, það er Sem að- alveg eðilað okkur. Sem hann bara hætt, bara Já. að tala um að afneita öllu sem hann skynjar Einmitt. líkamlega, þú veist. Einmitt. Sem er svolítið þetta kvenlega og þetta innsæið, þú veist, Já. og hérna bara það sem að, þú veist, ég hugsa, sko. Mér finnst það svo flott þegar þannig í stræt og hlustar á þetta. Þú veist, maður fær svo oft svona, það er svona, þetta geta greint á milli, hvenær er ég einhvern veginn að vera bara, þú veist, hvenær er þetta raunverulega innsæðum Já, eða hvenær er þetta bara eitthvað óryggi eða hræðsla. Já, akkúrat. Já, akkúrat. Ég nefnilega, ég rauninu kannski mun aldrei vita það, Nei, en þú veist, en ég bara treysti að, þú veist, já, þú veist, ég trú alveg aðri mátt, skilur, Já. ég á alveg mína trú og þú veist, og bara alheimurinn er bara Guð fyrir mér, skilur, og hann er í mér og ég tengdur honum, skilur, og ég bara þarf einhvern veginn að taka ákvarðanir í þessu lífi, skilur, og við þurfum að gera það öll og maður veit stundum ekkert hvað í fjandanum maður er að gera, en maður þarf bara að halda áfram einmitt. og þú veist, maður getur hort tilbaka og svona, hefði ég átti kannski að gera hitt og þetta, þú veist, maður getur gert það en maður getur líka bara, þú veist, lært af reynslu sinni. Maður heyrir eitthvað þegar fólk er að deyja, þá er að segja, sko, það er yfirleitt bara að sjá eftir því sem það gerði ekki. Já, einmitt, sér ekki eftir neinu sem að það gerði. Gerði, nema að vera eitthvað Akkúrat. ræðilegt örugglega, drepið eitthvað. Einmitt, En, nákvæmlega. þú veist, svo það er svona, en maður er kannski, já, svo gott að leyfa sér bara að taka eitthvað uppeyjur. Já, Þetta er rosa uppeyja frá Þetta- landfræði, og leiklist í landfræði, í leiklist í landfræði svo jóga og og svo, já,
Já, Þetta er óslega flott. já, algjörlega. Já. En svona, mér langaði, þú veist, mér þykir ótrúlega vænt landfræðina og svona, og ég bor líka í skipulagsfræði í Landbúnaðarháskólanum. Ég hef nefnilega mikinn og einlægan áhuga á umhverfisskipulagi og borgarskipulagi. Já. Þú veist, ég var lítill þá lék ég mér í SimCity tölvuleiknum. Já. Ekki bardagaleikjum, ég var alltaf voru búið til borg og rekana og eitthvað svona og Sims líka og elgaði Lego líka og ég var líka að teikna upp borgir og svona skipulega loftmyndir, svona kort, elskaði kort. Þetta er kannski eitthvað fyrir að lífi eða eitthvað. Já, aldrei að vita Eitthvað að leika í gegn. Já, nákvæmlega. Þú veist, akkur Það er bara eitthvað sem ég þurfti bara núna að kynnast. skrítið með svona börn, þú veist, Já, í þessu. einmitt. En ég fattaði samt þetta var ekki að vinna við þetta dagsdaglega væri svolítið, ekki alveg fyrir mig. Þú veist, mikið tölvuvinna og svona formleg heit og svona skýrslur og eitthvað svolítið þurrt. Já. Og ég held að mínum hæfileikum sé betur varið að vinna með fólki. Já, þú ert svona lifandi típa, sko. Þú ert svona, já, á hreyfingu típa. Já, nákvæmlega. Vá, þú veist, já, að því að myndist á Yoga Moves sem er yoga danstímar sem ég fór á stað með 2014 sem er 10 ár síðan. Þú uppgötaðir þetta? Já, það er mitt hugverk. Já. Þú veist, ég var ekkert að uppgöta yoga eða dans eða blötusnúða, skilur, það var allt til, ég bara setti þetta saman á minn hátt, skilur, og byrjaði á dansverkstæðinu. Bjóð til brand og logo, skilur, og fór að gera svona tíma einu sinni í viku, 15 kvöldum, vorum við með svona 2 tíma event eða tíma, það sem byrjar á yoga og það er blötusnúður á staðnum, svo byggist þetta bara svona upp í svolítið svona frjálst flip danspartí og endar síðan á slökun og hölustlu. Og þetta svona fór bara að ganga mjög vel. Og hef ég haldið þessu gangandi, fyrstu 3 árin var ég að gera þetta í hverri viku og svo var það svolítið mikið að halda uppi, þannig ég minnkaði þetta niður einu sinni í mánuði. Eftirspurnin var til staðar, sko, til að halda þessu áfram og fólk vildi alltaf meira sem ég mjög þakklátur fyrir, en ég vildi gera þetta bara svona sem ég myndi ekki brenna út, skilju, hafa þetta aðeins sjaldnar. Sér líka bara svo mikilvægt að geta hist eitthvað á þess að allir sé að drekka. Já. Heldur betur. Það er eitthvað orka sem kemur inn í dansin sem mist valla eiga heima þar. Já, einmitt. Þú veist, Bakkus og dans, það er eitthvað svona rosa. Einmitt. Það er rosa svona... Og vofudans einhver. Já, það er einhver... Dans við djöfulinn. En samt að einhverju stígi sér maður alveg fólk verið í einhverju svona gleði og það er búið að drekka og er að dansa og svona... Og leyfi sig kannski fyrst skipta að dansa sem er svo sorglegt líka, en... Kannski er þetta eitthvað svona brú yfir í að dansa bara, en ég man, þú veist, þegar ég hætti að drekka, ég var 20, þá, þú veist, var þetta, það var hvergi hægt að fara að dansa. En það er núna komið. Já, komið svolítið núna. Yoga Moves. Já, og fleira í, þú veist, hér og erlendis, þetta er svona vakning í þessu víða, sko, svona sober rave. Ég og Körfur, vinur minn, við vorum í listháskólanum, þá vorum alltaf með hádegisdansinn á föstudögum. Já, Lundspeed. Já, við fundum það upp. Þið byrjuðu það með það? Já, alveg rétt. Það var svona árið 98 eða eitthvað. Já, ok. Við erum að tala alveg, þú veist, í listháskólanum. Vá, geggjað. Já, þá var dansa á föstudögum í hádeginu. Vá, æðislegt. Voru alltaf bara nokkri svona 5 kannski. Við heldum þessu við. Já. Vorum alltaf með eitthvað til að spila og svona. En þarna dansin er svo magnaður. Þú veist, eins og mamma, hún hefur alltaf dansað á morgnana við hvað heitir hann? Káká. Hann er með eitthvað tónlist á þetta á morgnana. Já, hann er með danstónlist. En mamma er 83, sko. Já. Svo þú veist, en hún er líka svona algjör lyrika, þú veist, hún dansar svona rosalega, hún er ekki svona stakkato eins og ég. Nei, þú veist, svo hún getur farið, eða þú veist, það er náttúrulega að dansa á alla tónlist, sko. Já, einmitt. En mér finnst það rosalega einhvern veginn svona, ég manna Sigur Pálsson skáld, hann gerði þetta líka alltaf, dansa á morgnana. Það er einhvern veginn, já, okkur ég segi það, okkur vantar meiri dans. Algjörlega. Ég fann bara því ég var að dansa hjá þér að þú stundum svona
alveg dett út og detta inn í þú veist, dans eitthvað ég veit ekki, þú veist, þegar maður náða að detta út og komast inn í dansin Já, þetta bara eitthvað svona það bara eins og eitthvað tekur eitthvað annað við sko. Já, það eitthvað ótrúlegt og Maður verður bara svona áhorfandi já, ná að gleyma sér og og já, ég vil bara hvetja hlustendur að tjekka á Tómasi Oddi Yoga Moves Já, Yoga Moves Iceland á Facebook og Instagram já, og svo Dance Movement Therapy Já og þú ert á Instagram og Heldur betur þú Hóflega hóflega ekki að missa mig þar Ég Svarar rettaði ekki aðkantinum frá hackinu Ég var með sambönd, ég þekkti eitthvað í höfustöðan með Instagram í San Francisco eða í Kaliforníu, já eitthvað Íslandi? Nei, minn fyrirvandi þekkti einhvern þar sko og ég vissi af því þannig að hann bara eitthvað Shanghai að bara samdægus innanfrá sko þess vegna náði að redda þessu öllu sko ég var mjög heppinn eða óheppinn fyrir eftir hvort að þú ert að líta á það ég ræði ekki við þetta allavega ekki enn sem komið en batnandi fólki best Ding, ding, ding Æ, takk fyrir að koma í Grimm og Snar og svolítið gaman að sjá þig líka aftur Sömuleiðis, við takk hittum fyrir að svona í fá mig sánu og Það var kosmískur reytingur það var alveg, þú skammaði mig fyrir að hafa ekki mætt í tíma Já, í síðasta tíman, þú mættir ekki í síðasta tíman Helst þú myndi geta að fara í sund án þess að hitta mig Þú bara, jæja vingur Þetta var rosalegt, ég bara ok En það áttu við líka ótrúlega gott spjall í og hann að fyrir utan göfuna og lænuðum þessu Já, og ég var einmitt að fara í Yoga Moves session þá var hann að spila hjá mér hann Axilla já, sem frændi einmitt og ég skilaði kveðju til hans frá þér þetta var svo rosa kosmist sko, fullt stúl og eitthvað læti sko var hann glaður að fá kveðju hann var nú algjör dansari hann var rosa mikið með dansin þegar hann var lítill frábær tónlistarmaður já, hann æðislegur hann á undan sinni samtíð alltaf hann hefur alltaf verið það sko hann svona, já, hann ótrúlega flottur Heyrðu, takk fyrir komuna ég alveg takk fyrir að fá mig gangið vel úti með að verja verkefnið þitt og þetta svolítið fullorðis vel gert, það alltaf margtur að skrifa svona ritgerðir tekur svolítið tíma já en og svona eftirfylgni já og svona nákvæmisvinnu og skrifa upp á nýtt og húslega gott að klára þetta. Já, gott að klára þetta. Já, þú eru frjáls. Síðan kemur aftur og... Já, kemur í vor. Ok. Og þá verður meira húlumhæ og meira stuð. Yoga Moves líka 10 ára, þannig að mér langar til að halda 10 ára svona afmælisevent í haust. Vá. Við gera það með DJ Margir. Oh my god. Og svona vonandi í einhverju stóru flottu húsnæði eins og Hörpunni eða kannski Gamla bíó eða Iðnó eða eitthvað. Já. Sjáum til. Ok. Frábært. Heyrðu, ok. We're done. Ætlum að hella ykkur meira niður hérna á leiðum út. Yeah, why not? Hasar með Grimma og Snar. Hasar með Grimma og Snar. Var þetta ekki bara vatn? Þetta var bara vatn, sko. Mamma sagði það. Misti vatnið þetta. Mamma sagði það. Maður heldur, nei, þetta er bara vatn. Bara vatn. Alltaf óslega chillið, óslega þægilegt. Sko, eins og líka, þú veist, ef maður einhvern tímann í partí eða svona samkvæmi, þá hellist alltaf niður. Já. Það þýðir að það er partí, skilurðu. Og einhvern tímann, var einhver vinkona mín hafa svo mikla ágjörð að hún hellti niður, þú veist, drykk á gólfið. Og ég sagði við hana, herra, elska mín, þú veist, róleg, þú veist, þess vegna er gólfið þarna. Þú veist, gólfið er til að hellast það niður á. Tuskan er til að þurrka það upp með. Það er ennþá betra. Nú fær þetta allt bara þjóna sínum tilgangi. Þetta fara alltaf að finna til sín. Já, alltaf að finna til sín, sko.